Prófessor í lífeðlisfræðilegri sálfræði. Hann prófessor við Háskólann í Reykjavík og Tækni- og vísindaháskólann í Þrándheimi. Og við munum biðja hann að kynna sig betur og eftir og segja okkur frá í hverju þessi starfsheiti felast, eða hvað felst í þessum starfsheitum. Við höfum fengið Örlyg Þór Helgason, sem sérkennari og hefur starfað með börnum og unglingum í 20 ár og kennaramenntaður. Og svo höfum við fengið Karl Gauta alþingismann sem flutti frumvarp á Alþingi fyrir 2 árum stöðu drengja í samfélaginu og hefur látið sig þetta mál varða langan tíma. Fyrirkomulag þessa fundar verður með þeim hætti að fyrstur talar Hermundur í þann tíma sem hann þarf. Eftir það mun Didda, eða Hólmfríður Hólmgrímsdóttir, stjórna fyrirspurnum og svörum frá Hermundi sem verða í svona cirka 10 mínútur. Þá tekur Örlygur Þór við, flytur stutt erindi og eftir það verða spurningar í nokkrar mínútur og síðan tekur Karl Gauti við og flytur stutt erindi og spurningar til hans í nokkrar mínútur og síðan opnum við á spurningar fyrir alla þegar að spurningar til Karl Gauta spurningum til hans lokið. Og við munum reyna að hafa þetta ekki of langt, klukkutíma til 1,5 í mesta lagi, en við munum ekki stoppa menn í mjög brýnu máli eins og þetta ef þörf á frekari umræðum og við teljum það þess vert að halda línunni opinni aðeins lengur. En ég vil bjóða Hermund velkominn og biðja hann að kynna starf sitt aðeins betur, hvað hann hefur verið að gera síðustu árin og hvernig hann hefur komið að þessu máli áður en hann fer að segja okkur fræðilega frá hans starfi. Gjörðu svo vel, Hermundur. Takk fyrir mér. Takk fyrir að búið á þennan fund. Þetta eins og eina af þeim og þetta mjög brýnt málefni og ég búinn að vinna með þetta málefni síðustu 15 árin. Við erum að skoða kynjamismun og hvað getur verið ástæðan fyrir þessu hlutum. Starf mitt sem sagt prófessor í lífeðlisfræði sálfræði sem þá fjallar tengsl heila og atferlis. Það að segja hvernig getum við skýrt það sem við finnum í atferli með þá starfsemi heila. Og þetta alltaf öll þróun, alltaf samspil þróunar og samspil umhverfis og einstaklings og það mun koma betur en eftir. Ég búinn að vera í Noregi meira og minna í 30 ár, síðustu 25 árin í Þrándheimi, þar sem ég hef verið við störf við háskólann í norska Tækni- og vísindaháskólann. Og hef verið með svona annað fótinn upp í háskólann í Reykjavík, þar sem ég verið í hlutastarfi. En hef svona brennandi áhuga, og þetta þetta mér hjartans mál að skapa að allir hafi sömu möguleika til jafnréttis og árangurs. Og þetta ef við tökum ekki á þessu málu með drengina okkar núna og líka innflytjendur, þá erum við að missa mannauð og það svona mitt kappsmál, mitt hjartansmál að við eflum mannauð í samfélaginu. Þetta bara að byrja á ég kalla fyrirlestur kveikjum neistan. Ástæðan sú að þetta svona sameiginlegt með mörgum mikilvægum kenningum í dag, það þessi íkveikja. Kveikja neistan eiginlega lykillinn af öllum árangri og öllu því sem við viljum verða betri í, sama hvað það á við. Það vita allir þekkt sig í því að það að finna áhugasvið og efla það sem mjög mikilvægt. Og ég ætla að fara í gegnum þessar hugmyndir sem ég með.
Allt sem ég fjalla eiginlega byggist á vísindum, bæði mínum eigin rannsóknum og annarra frábæra fræðimanna sem við geta eftir þegar við komast lengra. En bara aðeins yfir stöðuna. Þetta staðan í dag á Íslandi. Ef við skoðum, við höfum gögn frá 98. þar sem að skoða orðaforði hjá 18 mánaða gömlum börnum. Þá kunnu drengir 36 orð og stelpur 97. Við höfum ekki mælingar sem ég hef fundið síðan þá, síðan 98. Þannig að það brýn þörf á að skoða hvernig staðan í dag, sem sagt 22 árum eftir að við höfum þessi hinn gögnin. En það sem við vitum að það 3 ára börn, þetta eru mælingar á orðaforði leikskólum Hafnarfjarðar 2015 til 2020, benda á að börn sé að fara aftur miðað við þessar rannsóknir frá 98. Og það að segja það að ef við erum að tala lesskilning og það að geta tjá sig og annað, þá orðaforði líkill og ef þessi að fara svona gífurlega aftur í leikskólum í Hafnarfirði sem hafa haft gott starf á þessu sviði, þá finnst það vera vísbending til að þetta hluti sem við verðum að taka mjög alvarlega. Það sem við höfum líka að við vitum að 61% eru læsir eftir annan bekk í Reykjavík. 2002 var talað 67%. Þannig að við erum að lækka 6% á þessum árum. Við höfum ekki sambærilegar tölur landsbyggðina. Því miður, þetta gífurlega mikilvægt til þess að geta sett í gang réttar áskoranir og þar að vita hvernig staðan. Það hafa alla hluti sem við viljum bæta. Hvernig staðan, hvað gerum við til þess að framkvæma breytingar. Þannig að ég sakna þessara mælinga og vita stöðuna í Íslandi og þetta verðum við að finna meir út af. Það sem ef við skoðum þetta, læsir eftir annan bekk, 61%. Það eru 39% sem ekki læsir eftir annan bekk. Og það allt of stór hluti. Sá hluti á að vera svona kringum 5%. Þannig að við erum að tala að 34% eru sennilega ekki læsir út af vöntun og þjálfun. Og það þjálfun sem á að ske í skólunum og líka heima fyrir. Og þetta grafalvarlegt sem við verðum sem samfélag að taka tak í. Einnig höfum við frá innri skýrslu Reykjavíkurborgar frá 2019 að 92,5% innflytjenda sem í grunnskóla í Reykjavík á rauð og gul ljósi, þau tala ekki íslensku, sem var gífurlega erfitt og Norðmennir, sem ég hef kynnt með þau málefni, að Norðmenn segja að þeir taka á móti 8.000 innflytjendum á ári og þeir segja að þeir fá fría leikskóla, þeir sem eru á þeim aldri, og þeir fá fría norskukennslu. Þeir eru búin að reikna þetta út eða þeir eru ekki að henda peningum, Norðmenn og gluggann. Þeir eru búin að finna það út að þeir nemendur, innflytjendur, sem kunna norsku og grunnskólans, þeir eru að komast upp í framhaldsskóla út í atvinnulífið, vera mannuði fyrir norska þjóðfélagið. Hinir sem eigi erfiðleikum með norsku við byrjun skólagöngu mjög erfitt með að koma sér í áframhaldandi nám og út í atvinnulífið. Þess vegna hafa lagt gífurlega áherslu á norskukennslu fyrir þennan hluta fólksins í landinu til að fá þetta sem mannúð. Svo vitum við líka, ef við komast lengur upp í árin, að 34% drengja lesa sér ekki til gagns, 15 ára, sem þeir eru eftir norskum og dönskum innflytjendum, sem að það segir allt okkar stöðu. Stelpurnar okkar eru verri en finnskir strákar samt í gífurlegu kynjamismunum á Finnlandi, en stelpurnar eru alveg í toppnum í PISA, en okkar stelpur eru eftir finnskum strákum og strákarnir okkar þá ennþá neðar og þeir eru verri en norskir og danskir innflytjendur. 26% falla út úr framhaldsskóla, 31% drengir og 22% stúlkur, 62% innflytjenda falla úr framhaldsskóla, sem segir okkur þessa tölu, þetta var samsvar milli til 92% og þessi hérna. 70-30 kynjahlutfall í háskólum stærst í OECD. Og það sem sagt 80, það sem sagt á Akureyri 78-22. Þannig að þetta ennþá verra allavega háskólum Akureyri. Við sjáum líka gífurlega aukningu í lyfjanotkun. 2019 15% drengja 10-14 á ADHD-lyfjum. 2010 voru 8,3%. Þannig að gífurlega aukning á síðustu 9 árum. Norðmennir
þar sirka 4,9% sem að taka ADHD-lyf 10-14 ára og þeir hafa miklar áhyggjur á stöðunni og miklar umræður í samfélaginu hvort það sé verið að gefa mikið af lyfjum. Og ég er engin læknir en ég tel að við þurfum að taka þessa umræðu hvort það geti verið aðrir þættir sem við getum prófað áður við byrjum að gefa börnum lyf eins og til þess að breyta aðeins umhverfi skólans og efla hreyfingu sem ég er að berjast fyrir. Við erum líka með nýjar niðurstöður frá OECD að það félagsfærni lægst í öllum OECD-löndum. Þannig að þetta samþætt vandamál hjá okkur. Ef við skoðum næstu mynd, þá sjáum við niðurstöðu PISA-lestur 2015 til vinstri og það komna svona mynd í 2018 en mismunur milli stúlkna og stráka á Íslandi eru 40 stig í 2018. Þeir voru 42 stig 2015. Við sjáum það að löndin að Finnland með mesta kynjamismunin, 47 stig, svo sjáum við Ísland, Noregur, Svíþjóð. Öll þessi lönd með gífurlegan kynjamismun í lesskilning í PISA. Við vitum að frá fæðingu tala minni við drengi. 10 mánaða stúlkur babla meira en drengir. Við okkar rannsóknir sem við gerum til þess að skoða 5-6 ára börn, sem sagt kynjamismun í bókstaf hljóðakunnáttu þegar börn byrja í skóla og hversu mörg eru læs. Bókstaf hljóðakunnáttu lykillinn að læsi. Það er mjög gott að mæla það og það mjög gott próf til þess að mæla þá þekkingu. Og þá sjáum við það að stelpurnar, norskar stelpur, það eru 450 börn sem með þessar rannsókn, að það var kynjamismun í stóru bókstafum, litlu bókstafum, hljóðum til stórs og hljóðum til lítils. Þessi öllu þáttar sem mældu var kynjamismun þegar þeir byrjuðu í skólanum. Við sáum að 11% barna kunna lesa þegar þeir byrjuðu í skólanum, þar af 70% af þeim voru stúlkur. 27% kunni ekki að lesa til lok fyrsta bekkjar og þar voru 70% drengir. Ef við skoðum þessar tölur, 27% í lok fyrsta bekkjar, við erum með 39% í Reykjavík í lok annar. Það örugglega að vera landsbyggðinni miðað við hvernig við sjáum PISA-niðurstöður. Við vitum líka að það var gerð stór rannsókn í Noregi til að skoða þessi mál og þeir fundu út að drengir hafa minni áhuga fyrir lestri, drengir lesa minna, fátæktur meiri á námsárangur drengja og með einstakt foreldri hefur líka verri árangur, verri áhrif á námsárangur drengja. Og við höfum séð sjálfur í okkar rannsóknum að þetta með ástríðu, þrautseigju og grósku væru þættir sem við ættum absolutt að skoða þessu samhengi. Við sjáum að drengir hafa mjög hátt samspil milli ástríðu og þrautseigju. Það þessi ástríðan sterki áhugi fyrir viðfangsefninu, efli þrautseigjan þeirra og viljan til þess að fara með það verkefni. Við sjáum líka stúlkur hafa hærra samspil milli þrautseigju og grósku hugafars. Það fær þetta meira eins og við segjum á samviskusemi. Þetta svona bara smá stöðun okkar, áfram. Þá þetta svona sviðið sem ég að vinna með og stóra grúpur allan heim. Það að tengja þessar taugavísindi við menntun. Það sem við sjáum gífurlega sterkt af, það eiginlega 2 hlutir sem slá í gegn. Það þetta með plasticitet, það að segja að þú getur formað heilan eins og leir. Þetta að getur formaðan eftir því áreiti og reynslu sem þú færð. Annað þáttur sem við sjáum líka að það gífurleg sérhæfing í námi. Þetta ekki eins og segjum æfingi skapa meistara, ég segjum sérhæfð æfing skapa meistara. Við erum komin þangað núna. Og það sem við sjáum, við erum með grátt efni í heilanum sem eru svona taugafrumur og þeirra nánustu tengingar og svo erum við með hvít efni sem eru tengingar á milli ólíka taugafrumugrúpna. Það sem við sjáum, það eru 3 hlutir sem viðhalda þessu gegnum allt lífið. Það hreyfing, börn að hreyfa sig að minnsta kosti klukkutíma á dag. Við eldri höfum alltaf að 21 mínútur á dag, 150 vikur, lágmark. Það samvera, geta verið í samveru með fólki sem við þykir væntum og líður vel með. Það mjög jákvætt fyrir okkur og þessi gleði sem við segjum. Og svo það passion, það að læra nýtt, tökum nýjar áskoranir, það að segja þessi ástríðan. Þetta þessi 3 þættir sem eru líkil. Og eins og við skoðum bara þetta gula samveruna til þess að geta öðlast góða félagsfærni og góða samveru, þá þurfum við að hafa gott tungumál, góðan orðaforða og þess háttar hluti. Við þurfum líka að geta róa okkur niður og rætt við fólk. Þess vegna ég berjast við því að við fáum hreyfingu sterkari mæli líka inn í skólann.
og eflum ástríðuna. Það gefur tíma að vera gott fyrir samveruna og að þú ert meira einbeittur. Þetta þessu stóru kenningar sem ég að notast við. Eriksson, hann einn af fremstu vísindamönnum í heiminum og hann kom með kenningu sem hann kallaði deliberate praxis eða markvissa þjálfun. Hann sýndi fram á það að markviss þjálfun, þetta nákvæmlega hvað þú að vinna með út af hverju og eftirfylgni eru lykilatriði að ná árangri. Þetta kallað í svona tölvutungumáli, þetta kallað adapted learning eða aðlagandi nám. Þetta sama á þessu tölvuspil gera til þess að laga og fanga krakkana inn í þeirra veröld, þá fá það alltaf réttar áskorunum með þeirra ferðni. Þetta sama á þessu sem við sjáum líka í hérna Candy Crush, sem að kannski einhverju þekkja. Þú ert alltaf fást við réttar áskorun, eitthvað sem við gaman að fást við, þú fangar inn í þeirri, það kallast aðlagandi nám og það sem Eriksson segja, þetta þurfum líka að gera í skólanum. Þetta notað í músík og fremstu, þeir sem í músík, skákmönnum, afreksmönnum, íþróttum, þá notum við þetta aðlagandi nám. Það eru ennþá sterkari inn í skólan. Og þess vegna eins og ég segja, við vitum ekki hvað börninu stödd í læsi eftir annan bekk, þetta gífurlega slæmt fyrir okkur. Til þess að geta gefið réttar áskorunir og markvissa þjálfun. Svo þetta mentorinn, kennari, þjálfari, foreldrar, þetta lykilhlutverki til þess að geta gefið réttar áskorunir. Hann verður að vita hvað barnið stendur. Svo hinn fræðimaður sem ég nota mikið við, sem ég þekki persónulega með á minni bók. Hann heitir Mihaly Csikszentmihalyi, hann með 113.000 tilvitnanir í dag, það eru Íslandingar sem vitnað í hann, sem bara ótrúlega. Og hann faðir þessu kallað flæði og jákvæða sálfræði. Og hann hugsar alltaf um þessa jákvæðu styrkingu og við komum aftur á það eftir með mikið jákvæðar styrkingar og mentor. Þetta námsferlið sem að fleiri fræðimenn og við erum stöðugt að skoða. Þetta námsferlið, hvernig verðum við betri og hvaða þættir eru til staðar til þess að fara frá yfirborðsþekkingu, þar sem eru margir litlir snagar, þessu svona taugafræðileg net, við köllum oft snaga til þess að einfalda tungumálið. Og spurningin hvaða snagar viljum við gera stóra og sterka til þess að skapa sterka og djúpa þekkingu. Þú getur náðið þessa færni aftur, ég kann þetta. Og ná öðlast þá ferni. Það gífurleg þjálfun og markviss þjálfun sem geta öðlast þessa djúpu þekkingu. Það þarf að fara í gegnum þetta ferli hérna. Og þetta þarf mikilla þjálfuna til þess að geta nota fernina og þekkinguna í ólíkum aðstæðum. Þetta þessi námsferli sem við og aðrir höfum fundið út og unnið með. Þetta við gerum grein 98, hann komið mörg ár síðan. Þar sem við fundum út að það voru 4 þættir sem gáfu árangur með stóra grúpur af börnum í námi. Það var markviss þjálfun sem var styrkt af Eriksson. Það var áskorun með færni sem styrkt af bæði Eriksson og Csikszentmihalyi. Það eru jákvæð viðbrögð, þess að þú fari jákvæða styrkingu þegar þú bæði ert að reyna að gera góða hlut og þegar þú heppnast. Og svo þetta sjálfseftirlit, það að segja að þú sjást sjálfur ég gat þetta. Og þetta þetta fræga módel Csikszentmihalyi, þar sem að segja að þú kemst í flæði eða jafnaði milli áskorun og færni. Ef þú farið á miklar áskorunir með þeirra færni, þá verður farið til í paník og angst. Og ef þú fá of litlar áskorunir, þá verður leiður. Þetta þetta prósess við erum að reyna að vinna að núna byggja upp á Íslandi og reyna að fá með okkur bæjarfélög og skóla. Og köllum að kveikja neistan og það byggist á niðurstöðum fremstu vísindamanna heims á sviði menntunar og heilbrigðis. Þetta eru grunnkenningarnar, þetta eru Edelman, það endurtekningi skapa meistarann, þú ert að þjálfa mikið þar sem þetta vera góður í. Markvið þjálfun, hvers nemandi eftirfylgni, þetta Eriksson. Börn verða að fá réttar áskorun með færni til að komast í flæði, Csikszentmihalyi, og huga að fá grósku, ástríðu og þrautsu, einkenni starfsemi skólans. Þeim viðfangsefnum með flagga sem kveikja áhuga á hverju nemanda. Við verðum að ná áhuganum hjá krökkunum til þess að geta fengið til þess að vinna með það hlut sem við viljum bæta. Og líka þurfum við að efla skapandi skrif öll námsárin. Ég sé að það miklu meira á löndunum í kringum okkur, bæði Englandi og Norðurlöndunum, að það vinnu með skapandi skrif leið og krakkinni byrjar að læra bókstafina, þá er að byrja að skrifa, teikna mynd og skrifa það sem hann Þannig að þau fyrir strax inn í það að skapa texta, sem ofboðslega mikið fyrir komandi nám. Markmið okkar í þessu verkefni, við erum búin að ræða þetta mikið bæði skólastundur og aðra, það er að 80–90% af börnum séu fulllæs eftir annan bekk. Síðan vinna með réttar áskorunum með færni og skapa áhættu við lestu skólabóka.
að nemendur verði framúrskarandi skapandi skrifum og framsögu því það styrkir sjálfsmyndina. Að nemendur kunni samræðingu, frátök, margföld og deilingu 12 ára, öðru kunnátafærni, öðru þáttu stærðfræðinni í 8. og 10. algebru, rúmfræði og öðru þáttum. Að nemendur verði ástríðu fyrir náttúrufræði, umhverfisfræði, við þurfum að efla þennan þátt, við erum mjög aftur á meira en í PISA, bæði í náttúrufræði og lesskilningi, og þetta alls ekki að vera í þessu stórkostlega landi sem við búum í, við ættum að vera með efstu löndum í náttúrufræði, myndi ég segja. Og að bæta hreyfifærni, hreysti sem hefur það góð áhrif á einbeitingu og fókus hvers einstakling. Þetta er þetta stóra hugsunin sem byggist á kenningum, mikilvæg kenningum sem er með klár markmið. Þetta vil reyna að fá inn í íslenska skóla. Þetta eru lyklaverkefnisins. Það er lykill 1 er læsi, það er bara númer 1, 2 og 3 að vinna á öðrum læsi og þar vill ég að við notum aðferðafræði sem ég kalla best praxis, það er að segja sem að fremstu rannsóknir í heiminum sýna okkur að sé mest mikilvægt. Við verðum að komast þangað með okkar læsiskennslu í öllum skólum Íslands. Markmið 8 einhvers læsis sem við sögum áðan, notum bókstaf hljóðaferð, kallað hljóðaferð eða phonics í byrjun, kenna bókstafinn og hljóðin frá svo einfalda til hins flókna. Þetta sagði líka Ísak Jónsson á sínum ferli sem skólastöð Ísaksskóla. Frá því einfalda til hins flókna. Það er styðst af Sigurði Hali. Þegar læsi náð finna að réttar áskoranir. Mikið að lestu margar bóka, skrifa skapandi, skrifa mulli framsókn. Við munum hérna, við tölum að heila hlutan og allt þetta, þá sjáum við, hérna þetta er rauða svæðin, læra nýja hluti, tökum áskoranir. Lykil 2, náttúrufræði, stærðfræði, klár markmið fyrir á 1. til 10. bekkjar og mælingar próf til að bæta eftirfylgni. Þetta er líka á þessu rautt. Lykil 3, hugafar, ástríða, þrautseigja, tilgangur, vinna markvisst á 1. bekk með þessa hætti. Það hefur mjög góð áhrif á samveru og relasjón. Lykil 4, efla hreyfingu, jákvæð áhrif á ró, einbeitingu, sjálfsmynd, hreyfifærni, hreysti. Þetta er mjög gott. Efla hreyfingu, og ég myndi segja bara í öllum skólastígunum og fyrir alla í þjóðfélaginu. Lykil 5, þjálfunartíminn, allir fá áskorun með færni í grunnfögum, efla færni og þekking. Og það er markmið okkar að fyrstu 2 árin verður þjálfunartíminn fyrst og fremst til þess að börnin nái læsinu. Þannig að við getum haft að markmið okkar að 80–90% læsir. Þá er þeir sem er læsir, þá fá þeir réttar áskorun og þurfi ekki að fara ykkur próf sem að, eins og lesfræðaprófin sem ekki eru, myndi ég segja, ég vil ekki nota þau í dag. Þau leggja áherslu á læsir og lesskilningspróf og þannig að við erum að vinna með þá þætti sem eru lyklar í lestrarfærni. Þjálfunartíminn er gífurlega mikilvægt til þess að geta lyft öllu. Ástríðutíminn, það fá nemendur að velja fög, kannski í lok dagsins, þá er að tala um tónlist, raftónlist, myndlist, dans, leiklist, framsög, skák og kannski fyrsta ári getur við sagt að fara að allir þessa þætti og svo velja þau kannski 2 af þessu og þá getur þau sagt kannski eftir barnaskólan alltaf grunnskóla kanntu að spila hljóðfæri til dæmis. Sem er mjög skemmtilegt að samþætta tónstundanámið, tónstundir og skólastarf. Þetta er það skipulag sem byggist á eins og sjáðana rannsóknum og sem við viljum reyna að breyta skóladeginum. Þetta er búið að skoðast af menntamálaráðuneytinu og það þarf ekki að sækja leyfi til þess að fara í þessa hérna mynd. Þetta er bara aðlaga að hverjum skóla og það er svo hreyfingin hef ég þetta í fyrsta tímanum. Það er líka að hafa hann í öðrum og 3. tíma, bara hreyfing sé fyrir hádegi, við vitum að skapa ró og einbeitingu. Svo eru alltaf aldrei lengur 40 mínútur tíma, það sem er rannsókn 35 mínútur eða það sem við höldum einbeitingu, þótt að fá smá pásu. Og við getum ekki gert fyrir börnin okkar eitthvað annað en við gerum sjálf. Ég sjálfur var í skóla frá 8:30 til 12 og ofta við erum við með langa skóladaga. Ég lærði að lesa, skrifa og reikna allt sem ég þurfti að kunna 12 ára gamall. Það var aldrei að hálf mér að vera, ég segi, frá 8:30 til 12 í mínu barnaskóla. Svo eru 3 kennslustundir, 40 mínútur með tímaðarfilm með milli í lestri, stærðfræði og náttúrufræði, þessum mikilvægu fögum í PISA. Þetta gula, þá eru farin aðeins grænir sem við verðum að kunna þessi grunnfærnin. Gula er meira þessi skapandi fög og þessi bæði heimahjálpin, þjálfunartíminn kemur strax eftir hádegi og svo koma hin fögin inn eins og samfélagsgreinar, dansk og handmenn. Og svo tökum við ástríðutímann í lok dagsins. Þetta er bara svona sett upp svona, en það er líka að setja upp með að við hættum fyrir bara þetta er ekki út fyrir stundatöflu. Þannig að þarna erum við að fanga með bæði hreyfinguna, þjálfunartímann og ástríðutímann þegar við varum kannski aðeins að
ná sérlega strákunum og líka stúlkunum. Þetta jáka á fyrir öll börnin í skólanum við gerum þetta. Sérstaklega þjálfunartíminn gífurlega mikið til þess að allir fái, allum sé lyftu. Og þetta var svo að segja bara læsið, sko, við erum að tala með Markus og átakið að bæta lestrarfærni gífurlega, við þurfum að brjóta lestrarkóðan, læra að lesa, við þurfum að skapa áhuga, við þurfum að áskora með færni, útbúa lestrarbækur með mismunandi erfiðleikastig sem að finnast í Noregi. Það er 11 stig í Noregi með mismunandi erfiðleikastig, bæði fyrir strák og stelpur og líka fyrir bæði kynin sem passa. Það eru valið 20 bækur á hverju stigi. Þannig að það er ekki eina eða tvær bækur að lesa, þú valið 20 bækur sem passa fyrir þitt erfiðleikastig. Þetta er náttúrulega algjör lykill, segir bæði Heikki Littinen og Kate Nason, framúrskarandi fræðimann í læsi. Þú verður að skapa áhugann á að lestur áhugaverðra bóka. Meiri þjálfun, það samfélagslegt verkefni. Við erum að gefa okkur tíma og ég er búinn að berjast í 18 ára að fá fræðasetur þar sem við erum að vinna með bæði lestur og aðra menntarannsóknir til þess að vita stöðuna. Við getum ekki tekið rétta framkvæmdar ákvarðanir án þess að vita stöðuna. Þetta kemur baka til systemæli, áskorun miðað við færni lykillinn í þessu öllu. Finna út hver einstakur nemandi stendur og gefa réttar áskoranir. Frá því einfalda til hins flókna. Frá basic grunnfærni til beitingar. Þetta var alla færni og þekkingarþróun. Þetta var alla frumkvöðlastarfsemi og sköpun. Frá grunnfærninni í meiri skapandi aktivitet og beitingu. Og eins og í læsinu þá að byrja með bókstaf hljóðakunnáttu og síðan nota aðferðir sem passa fyrir hvern nemanda þegar hann ná læsinu. Þannig að þetta er svona kannski aðalfígúra mín í lokin, þekking fyrir betra samfélag, meiri þjálfun með fókus, endurtekningar, skapa nettverk af taugafrumum, snaga til samfélagsverkefni, gefa okkur tíma. Skapa áhuga, áskorun með færni, finna hvað hver einstakur stendur og gefa réttar áskoranir. Eftirfylgni, monitoring process, verðum að vita nákvæmlega hvað stöndu til að gera réttar áskoranir. Góður kennari, þjálfari, mentor sá sem getur gefið réttar áskoranir og fylgt upp með góðri eftirfylgni. Við tala hreyfingu, samveru, læra nýtt, tökum áskoranir, lyklarnir og svo hægra með að sjá píluna. Ástríðan stýrir stefnu örinnar, þrautseigjan styrkur og stærð örinnar og grósku hugafar svona öndurlæging. Þetta á að vera undirliggjandi, þetta á að gegnumsýra alla starfsemi þar sem að börn og við erum að vinna við, hvort sem það eru skólar eða tómstundaklúbbar eða íþróttastarfsemi. Það á að gegnumsýrast af grósku hugafari að þú trúir þá þú getur bætti og þú fær jákvæða styrkingu. Þetta lykillinn minn að segja þekking, notum þekkingu fyrir betra samfélag. Við erum mjög flinkir að gera þetta í sambandi við heilsusystemið og nú í COVID-periódunni að nota okkar fremstu vísindi, okkar fremstu vísindamenn til að hjálpa okkur með að taka og öðra stiga á þessari COVID-veiru. Gerum það sama fyrir menntakerfið, notum fremstu vísindi og þekkingu til þess að bæta skóla og menntakerfið. Við þurfum að forgangsraða og gefa okkur tíma. Þetta er bara mynd af bókinni hans Eriksson sem mæli öllum að lesa sem á þessu sviði, en bara að segja hvernig allir geta bætt sig. Og þetta eru mínar e-mailadressur þarna, bæði á NTNU í Noregi og HS og RU, Háskóla Reykjavík, og svo erum við Facebook-síðu sem heitir Vísindi og menntun. Við bendum endilega að kíkja á hana þeir sem var meira á þessum málum. Þá þakka ég fyrir mig. Takk kærlega fyrir. Já, ég þakka kærlega fyrir þetta erindi. Nú er komið að því að við beitum spurningum til Hermundar eingöngu og höfum 10 mínútur til þess sirka og Hallfríður, Didda, kölluð, mun taka spurningar og beina þeim til Hermundar eingöngu núna næstu sirka 10 mínútur. Síðan tekur Örlygur við. Svo vel þetta. Já, takk fyrir það. Þakka kærlega fyrir Hermundur. Þetta var náttúrulega bara ótrúlega áhugavert og ég var svo lánsöm að eiga við hann nokkur símtöl. Þannig að ég fékk svona alveg
ekstra fræðslu á þessu og það fer ekki fram hjá neinum manni sem á í einhverjum samskiptum við hann Hermund að hann búinn að eyða ótrúlega mörgum stundum í það að kynna sér þetta og rannsaka þetta mál allt saman ofan í kjölinn og hefur þarlegandi við að sér alveg heilmikilli fræðslu og reynslu í þessu. Þannig að var ótrúlegt að hann hafi komið fram fyrir öllum þessum árum síðan og við erum svona nokkurn veginn núna loksins að heyra röddina hans 25 árum seinna, þannig að bara Hermundur, bara takk fyrir að halda áfram. En við skulum opna fyrir spurningar og hér hafa komið á tjattinu, spjallinu, þá hafa einhverjir sett spurningar bara fram í texta sem ég mun þá lesa en aðrir geta beðið orðið, svo bara endilega. Þannig ég að spá að byrja hérna, það komu 2 spurningar fram í upphafi. Þurfa drengir bara ekki fleiri tíma til að æfa sig í lestri og fá að lesa það sem þeim hentar með aðstoð kennara í litlum hópum. Því þurfum við ekki að æfa drengin okkar meira eins og við æfum okkur í líkamsrækt. Ef við ætlum að vera góð í hlaupum þá þurfum við að æfa okkur í að hlaupa og fara þá að hlaupa og ef við fáum leiðbeiningar frá sérfræðingum verðum við betri. Spurning frá SES, ég veit reyndar ekki hver þetta en Hermundur, myndirðu vilja svara þessu? Jú, sko, þegar maður sér þegar maður sér þessar niðurstöður, bæði eins og við sjáum í Noregi, þetta með bókstaf hljóðakunnáttu við 6 ára aldur, þar sem að stúlkurnar voru betri í öllum þáttunum og sem sagt mun fleiri búin að ná sem sagt 70% af þeir sem kunna lesa voru stúlkur. Það átt að segja það sjálft að eina skýringin er náttúrulega vöntun og þjálfun. Það sama hvað við ætlum að vera betri í, við þurfum að þjálfa og æfa okkur til þess að verða betri í þeim þætti og það þarf að gerast markvisst. Þannig að það er klárlega eins og þessi aðili segir að drengir þurfa klárlega meiri þjálfun og eftirfylgni. Ef við notum Eriksson þá bara þetta að styrkja þá þjálfun og þá er það fyrir foreldrana að gefa sér tíma til þess að sinna barninu og líka fyrir kennara að geta fundið nákvæmlega hvar stendur þessi aðili til þess að gefa honum réttar áskorun í skólanum líka. Þannig að hver sé að vinna með það stig sem hann staddur á og til þess að ná lestrinum á læsinu þá þarftu fyrst og fremst að vita hversu marga bókstafa og hljóð krakkinn kann og svo byrja að setja saman 2 og 2 og 3 og 3 þá hann öðlast læsið. Þá er spurningin að finna áhugaverð verkefni þeirra og ég er full að trú að kennara geri það á góðan hátt. Já. Takk fyrir þetta. Heyrðu, hér spyr hún Helga Dögg, hefur verið gerð samanburðarrannsókn á hljóðaðferðinni og byrjendalæsi sem kenndir í skólum á Akureyri með tillit til lestrargetu og skilnings. Er ekki gott að blanda þessum 2 aðferðum í lestrarkennslu? Það sem ég er að berjast fyrir, það er að ég veit ekki slíka samanburðar, því miður. Það er ekki gerðar rannsóknir á þessar byrjendalæsisaðferð sem eru birtar í alþjóðlegum tímaritum. Þannig að maður getur ekki sagt hvernig aðferðafræði, það er rosalega mikið rannsóknum, þessi góð aðferðafræði við rannsóknina. Þessi gerða megindlega rannsóknir sem að skoða, þannig að svona samanburðar væri mjög mikilvæg. En maður á heldur ekki að hleypa aðferðum út í skólakerfi sem ekki búið að rannsaka. Það finnst mér ekki rétt heldur. En þess að við verðum hann ekki áherslu á, það er bókstaf hljóðakunnáttu í byrjun. Það sé allar bestu rannsóknir og fræðimenn í heiminum. Svo getum við nota hvað sem er, hvað aðferð sem er sem að hvetur á barnið til þess að lesa eða skrifa texta. Takk fyrir þetta. Heyrðu, Una María, gjörðu svo vel. Já, sæl, fyrirgefðu svona lengi að taka hljóðið af. Ég vil nú byrja að þakka fyrir þennan frábæra fund og þér, Hermundur. Ég tengi mjög vel, ég er sjálf uppeldismenntunar og lýðheilsufræðingur og vil reynda líka að benda á að það er gott viðtal við í Mogganum, það er nú ekki að gleyma að tala um það því að þetta er yfirgripsmikið og mjög gott. Það sem að mig langaði aðeins að svona bara velta upp og athuga hvort að þú hefði tekið eftir og mér finnst svolítið vandi þegar ég er að fræða foreldra og reyndar eldra fólk eða semst bara já hreyfingu og lýðheilsu að það er sko það að þessi trú og þessi
þjálfun að fólk heldur ofta þegar hlutirnir eru komnir í óefni, til dæmis eins og með uppeldi á börnum og eins með þú ert orðinn allt of þungur og blóðþrýstingurinn og allt of hár og jafnvel sykursýki og svo framvegis. Þá heldur fólk að jafnvel þó að sé orðið kannski 60 eða meira að segja, en það hefur Janus Guðlusson reyndar sýnt fram á það, að það heldur að það sé ekki hægt að laga þetta. Og það hefur ekki trú á að það geti bætt stöðuna, bæði varðandi hreyfingu eins með uppeldi á börnum. Og mér finnst þetta svona hefta svolítið í þessari framþróun. En nýjustu rannsóknir einmitt eins og hjá Janusi sýna að þú getur verið ansi fullorðinn til þess að laga ýmsa heilsukvilla og jafnvel verið tekin að lyfjum. Mér langaði svona aðeins að fá þitt sjónarhorn á þetta. Takk. Algjörlega sammála. Það sem við erum eiginlega að vinna með þetta gróskuhugafar og þessar kenningar Eriksson og þessara fræðimanna, það benda allar að það átt að við getum alltaf bætt okkur og tekið þá áskorun og þess vegna að hafa þetta gróskuhugafar að trúin að þú getur bætt þetta gífurlega mikið fyrir alla hópa. Og ég sjálfur æfa reglulega með einu sem 87 60 viku, 1,5 tíma sem þess að tífaldur heimsmeistar á skautum. Hann byrjaði á skautum 67. Alveg í toppformi, 87. Hann segir, Hermundur, aldrei stoppa upp þess að. Allt áfram. Þannig að það svo líkillinn hans. Þannig að ég segi bara, ekki gefast upp, setjum þessi litlu markmið sem við getum náð og byrjum í dag. Já, takk fyrir þetta. Heyrðu hún, Anna Björg næst. Gjör svo vel, Anna Björg. Anna Björg, þú ert á mute ennþá. Svona. Hermundur, bara takk fyrir frábært fræðandi erindi sem að vissulega vekur upp von að það sé hægt að taka föstu tökum á þessum vanda í menntunarmálum. Það eitt sem að vakti upp spurningu hjá mér, það samt við hreyfifærni sem að leiðir aukin hreyfifærni, aukin einbeiting. Og þá var mér hugsað til, einhvers staðar dæmi út í heimi þar sem að inn í svokallaða leikfimitíma, sem væntanlega ennþá í skólum, að þar sé tekin inn jógaæfingar, það meina líkamsjógaæfingar, það reyna gríðarlega mikið á samhæfni og líkamsfærni, þannig að það væri forvitnilegt að vita hvort að það hafi verið gert og eins hvort að það hafi mælst einhver ávinningur eða árangur af því. Takk. Það mjög góð spurning hjá þér. Ég hef ekki skoðað sjálfur mjög mikið jóga, en ég hef lesið mig aðeins til það og veit að það mjög jákvætt og þetta með þessu núvitund og mindfulness mjög jákvætt fyrir bara grunnleggjandi heilastarfsemi. Á svipaðan hátt og hreyfing þá geturðu gert jóga á þessa þætti sem það líka hreyfing í og sem sagt bara mjög jákvætt fyrir bæði einbeiting og fókus. Það vitum við og við erum að skrifa grein núna sem fjallar þessa 3 þætti, motion, hreyfinguna, samvöruna og þetta taka nýjar áskoranir. Og það sem við sjáum alveg að núvitund og þessi þættir kringum það mjög mikið líka í þessu að okkar grunnleggjandi heilastarfsemi. Þannig að absolutt það mætti alveg prófa þannig prófun líka meira í skólum. Þannig að segja við tölum við hreyfingu, að fá hans upp púlsinn, það má líka alveg prófa jóga sem svona samanburðar verkefni. Það væri mjög spennandi að gera rannsókn á því. Góð spurning. Takk fyrir þetta. Heyrðu, ég ætla að fá að taka það eru spurningar aðeins á spjallinu. Jón spyr hvaða skoðun þú hefur á fyrirkomulagi nýrra skóla sem mikið opin rými en ekki afmarkaði kennslustofur. Við erum bara að skoða það líka. Ég hef með frábæra nemendur okkur mánu síðan sem fór í þetta því að það var mikið rætt þessu opnu rými bara í atvinnuhúsnæði. Það sem sýndi frá miklu meira veikindadagar og bara erfiðari fólk að ná einbeitingu í þannig umhverfi. Þannig að hún vildi skoða þetta, klínískur sálfræðingur, hún vildi skoða þetta í bara hvað vitum opna skóla og opið rými og akkur var þessu breytt þessu kennslustofur. Það sem hún kom, það sem aðal niðurstaðna voru, það voru engar rannsóknir fyrir að fara í opna skóla, opið rými og það sem hún fann út
Hverja kemur þetta verst fyrir? Jú, það er þessi 30–40% sem oft með námserfiðleika og tengjast líka ADHD. Þetta á verst fyrir þessa hópa sem virkilega þurfa stuðning í skólanum, þessu opnu rými. Líka það að missa kontakt með einn kennara sem fylgdi þér eftir og gat fylgt hvernig gengur hjá Óla núna, það var líka mist, það var svo margir og 4 kennarar sem áttu að tala við á þessu opna rými og 70–80 nemendur. Þannig að hann misti fókus þessi krakkar. Þannig að þetta skrifað í bæði hennar verkefni og bók sem við gáum út fyrir nokkrum árum síðan sem heitir Læri námserfiðleika. Þannig að þetta er mjög góð spurning. Þannig núna eru við byrjaðir í Noregi þegar við byrjaðir að loka aftur skólum. Ekki með svona gipsveggjum, en með svona plastik eða svona glerveggjum, þannig að við getum sett svona einhverja myndir á þannig og lokir þess að minnka hljóð sem fer á milli þessara eininga. Þannig að við erum byrjað að loka aftur skólana sem voru byggðir sem opnir skólar. Þannig að það er ekki, ég mæli ekki með því miður. Heyrðu, já, það er konar svo margir á mælindaskrána að við verðum að eða spurningar, þannig að við ætlum að loka fyrir það í bili. Við munum svo taka ykkur spurningu fyrir restina ef við höfum tíma. En mér langar að minna fólk á að inn á heimasíðu flokksins, miðflokkurinn.is, þá settum við inn þessar glærur ásamt greinum sem Hermundur hefur skrifað, þannig að þið getið kíkt á það bara eftir fundinn. En ég ætlaði að gefa honum Birgi orðið, hann var næstur. Gjörðu svo vel, Birgir. Komið sæl og bara þakka fyrir þennan frábæra fund og þá sem að skipulögðu hann og þakka þér Hermundur sérstaklega fyrir þitt framlag til þessa mikilvæga máls. Ég hef eina spurningu til þín Hermundur, varðandi viðurkenningar í skólum, viðurkenningar fyrir námsárangur. Nú hef ég tekið eftir því og verið við allmörg skólaslit gegnum árin að það verið að veita viðurkenningar fyrir þá sem hafa farið halloka, þeir sem hafa svona bætt sig og þetta hefur verið gegnumgangandi að mínum mati þannig að það er ekki verið að veita þeim viðurkenningu sem eru framúrskarandi. Gott og vel, það er sjálfsagt að veita þeim viðurkenningar sem eru svona bætar á sitt og allt það. En hver er skoðun þín til þessara viðurkenninga almennt? Mér finnst við vera hægt að veita viðurkenningar fyrir þá sem eru framúrskarandi í námi. Eigum við að hafa þessar viðurkenningar eða eigum við að sleppa þeim eða eigum við að veita sem flestar viðurkenningar? Takk. Já, þetta var ekkert auðveld spurning. Þetta er mjög flókið mál. Það sem eiginlega, ég persónulega ég sé þetta í menntaskólum í Noregi, í lok framhaldsskólans þess að 18–19 ára, þá eru oft gefnar viðurkenningar í menntaskólum í Noregi. Sem sagt, þeir sem eru 3 bestu nemendurnir í stóru menntaskólum. Ég ekki séð slíkar viðurkenningar á lægri skólastigum. Þannig að ég eftir 30 ára í Noregi, þá hef ég ekki kynnst þessu viðurkenningu eins og við sjáum stundum meira heima, heldur það úti. Þannig að það má kannski gefa viðurkenningu á annan hátt. Ég tel að sé rosalega mikilvægt að maður nái að efla hvern nemanda og þá kennarar alltaf lykilhlutverki þar líka. Þeir sem eru góðir og við þurfum líka þessar góðu nemendur. Svo ég hafði vitur við nemendur sem voru framúrskarandi, eftir framúrskar komið mjög erfitt námi okkur í háskólanum og spurði hvað þeir hefðu viljað annað í sínum ferli. Þeir voru fyrr búin með menntaskóla eða þetta voru toppnemendur. Nei, þeir vildu fá meiri ábót í fögum eins og raungreinum og stærðfræði í efstu stigum gaffræðaskóla. Þannig að ég hef ekki séð að þeir hafi saknað viðurkenningar þessi framúrskarandi nemendur. En þeir vildu fá meiri ábót. Ég tel að kennari og maður getur gefið eins og maður þetta bestu þjálfarar í heiminum, sem í barna- og unglingaíþróttum, þeir eru ofboðslega góðir að gefa öllum jákvæða styrkingu. Þannig að við séum vakandi og sofandi að gefa þessa styrkingu fyrir hvern og einn, hann sem hann er staddur. Ef hann reyna að gera góða hluti eða við sjáum að hann alltaf að reyna. Svona þessi framúrskarandi bara að fá það ekstra áskorun, ekstra text að skrifa eða ekstra verkefni. Þannig að við erum að gefa þeim og getum klappa á bakið á öllum. Ég meira svona fyrir það að reyna að lyfta öllum. Eftir að vera handboltaþjálfari 30 ára. Það er lyft öllu liðinu, öllu leikmönnum 10%, þá voru liðið miklu betra en lyfta bara einu leikmanni. Þannig að ég svolítið þar eftir að vera í sósíaldemókratísku samfélagi
í 30 ár að reynum að lyfta öllu. Heyrðu, það komin hérna önnur spurning frá Inga. Hvenær ættum við að byrja að láta drengi lesa? Einhver aldur betri en annar? Jafnvel byrja í leikskóla og hann spyr einnig fætti stærð hópa í lestrarkennslu hjá drengjum að vera stór? Hörmundur. Þetta mjög góð spurning. Sko ég hef verið miklu, ég lærði það mínu leiðbeinenda, leita þess sagnmyndir að bestu. Og ég fann bara bestu í Vestur-Evrópu, Hækki-Liktinen, Finna, 311 Íslendingar. Ég sem sagt í lestrarkennslu byrjaði þetta. Og Finnarnir, það svolítið áhært í Finnlandi sem ég sagði í viðtalinu daginn í morgun, að þeir byrja 7 ára í skóla. Og það þegar við fórum að skoða af hverju byrjuðu 6 ára. Þá segir Hækki við mig, við erum ekki tilbúnir, margir af krökkunum, að byrja 6 ára í skóla. Þannig að hann meinar að krakkan með svona námserfiðleika, eitthvað seinni, og alls ekki að pressa og snemma inn. Gerum þetta vel þegar við byrjum, segir hann. Og eins og hann þeir búin að þróa svona app fyrir lestufinnarnir sem mjög árangursríkur. Og hann segir, alls ekki byrja appnum og snemma. Þannig að við ætlum að nota Íslandi sem byrja 6 ára, ekki byrja fyrir þeir búin að vera allavega hálft ára í skólanum. Þannig að þegar við byrjum að sinna þessu, gerum það vel. Þá þurfum við að sikra það hver og einn fái áskorun með færni og þá þurfum við að byggja upp þá hópa sem að passa þá fyrir þann aðila að vera í. Ég er eftir á móti hópum en maður getur fundið bara hvar liggur réttar áskorun fyrir, erum við með eitthvað hóp sem gæti sem sagt verið betri saman en aðrir og þá spurningi bara 5-6 í hóp mjög góð stærð, ég veit að sérkennar nota 5-6 nemendur í hóp. Takk fyrir þetta, Hermundur. Sveinn Óskar, vilt þú ekki spyrja? Takk fyrir, Hermundur. Ég þakka líka ykkur öllum fyrir að standa þessum fundi sem mjög mikilvægur. Í miðju COVID tók ég ákvörðun þótt að ég sé með, eins og segir, háskólagráður að þá fór ég í diplóma til framhaldsskóla í náttúru og stærðfræði. Og ég gekk það langt að ég fór meðal annars í kynjafræðikúrs sem ég lauk síðasta haust, núna fyrir jól. Þetta erindi sem þú hefur flutt hérna, mjög áhugavert. Ég ætla að staldra við eitt, þarna lyklana þína. Þar nefnirðu þrautsegi og þegar við vorum að fara núna nýlega yfir í kúrsu námsþróun, þá fórum við menntastefnu ráðherra til 2030. Og þar er getið þrautsegi. Og þá kom í ljós þegar við fórum að spyrja fulltrúa menntamálaráðuneytisins sem vorum á fundi núna síðustu viku, að þá segja þau að þetta hafi komið frá ráðherra. Og það vakti athygli mína að ég sá þetta í lyklunum þínum líka. Þessi þrautsegja, og það kannski er líka þessi innsýn sem að þú ert að benda á sem kennara þurfa að hafa, að eins og þú sagðir, að viðkomandi nemandi hafi áskorun á færni, hafi öðlast áskorun á færni. Þetta held ég að endurtaka sig gegnum skólakerfið allt saman. Þú ert alltaf að öðlast þessa færni í viðkomandi námsgrein. Og þá er spurningin í ljósi menntastefnunnar sem á reyndar eftir að gera aðgerðaráætlun fyrir. Ég bara spyr sömu spurningu og við vorum beðin að spyrja ráðuneytið. Hvað hefur þú kynnt þér þá í þessari menntastefnu og hvað finnst þér vanta? Eða hún náttúrulega tekur spanna mjög mikið, okkur fannst þetta dálítið svona útópískt, markmiðið hægt að ná, hvað best að ná tökum á þessu og svo auðvitað varðandi drengi sem eiga mjög erfitt og auðvitað stúlku líka. Takk fyrir. Já, það eru, eins og ég segi, þá eru mjög margir góðir þættir í menntastefnunni, meðal annars og tekur hugrekki og þrautseigina sem bara gífurlega mikilvægir þættir í öllu sem við ætlum að takast á við. Og við sjáum að það eru búið að gera mikið rannsóknarsambandi við þrautseigina, mjög stór svið og ég með bókina að vera norsku eða manni hérna Grít er þetta og hún til að ensku líka, bara frábær bók, mæli með allir lesa bók sem hafa áhuga á sem sagt hvernig við eflum ná. Það er þessi litlu skrefi sem þú nærð að sigrast á sem gefur aukna þrautseigju og þú, já, ég gat þetta, ég er á leiðinu og þess svo ofboðslega mikið mótrið til sér sem ég hafi með áskorun að miða við færni.
Hann er alltaf að vinna með áskorun sem gefur okkur jákvæða styrkingu og þannig byggjum upp þrautseigina. Þannig að þetta er 30% genetík, 70% getur haft áhrif á þetta gegnum umhverfið. Þannig að þetta er mjög góð spurning. Þannig að það sem ég sakna svolítið þess að ég horfa á þetta utanfrá, frá Noregi alltaf þessi ár, ég sakna, ég er að vinna að undirbúningi stórs verkefni hérna á Íslandi. Hvernig ertu að mæla náttúrufræði og stærðfræði frá 1. til 10. bekk? Því að gera rannsókn, þá að sjá hvernig er staðan núna, hvernig breytustu með þessum íhluti sem þú fara í gang með, þá verður að hafa mælanlega breytur, einhvers konar mat á hverjum nemanda, hvar hann stendur. Er Óli að bæta sig í þess sem hann á að kunna? Þegar ég var í skóla, þá var gefið frá 0 til 10 og ég vissi að ég fekk kannski 6 í dönskunni stundum, þá þurfti ég að bæta mig í dönskunni. Var með 8-9 í stærðfræðinni, þá bara flottum málum. Og svo getur maður séð hvað er þetta að klikka í stærðfræðinni. Er það algebran eða rúmfræðinni? Hvað er að stríða þér? Þannig að ég sakna betri mælitæki. Þetta gefið réttar áskoranir og líka styrkja þrautseigina. Þú voru að vita hvaða skref er ég búin að ná núna. Jú, þú ert að betri í dönskunni að þú ert búin að æfa þig. Fá það með að styrkja mig sem þessi jákvæða styrkinga sem kallum mastery á ensku, sem er lykillinn þú veist kannski að öllu námi. Var þetta með þokkari svar, hann getur eftir að vera lengi með Gréti, þetta er mitt stærsta áhafni nú í dag. Heyrðu, takk kærlega fyrir þetta. Það eru 2 spurningar eftir. Spurning hvort að við tökum það ekki, reynum að svara þeim í restina. Af því að við erum auðvitað, eins og ég gerði reyndar ráð fyrir að við færum langt fram yfir tímann. Vegna þess að þetta er bara það viðamikið og stórt mál. Þannig að spurningum að við geymum þessar 2 spurningar sem eftir voru bara þangað til í restina. Eina minni og bara yfir til þín, í bili. Það þarf alltaf að muna eftir að kveikja á sér. Heyrðu, já, auðvitað er þetta mjög áhugavert mál og hægt að ræða það eflaust í dag og næstu daga og næstu árin. Því að þetta er búið að vera vandamál í tugi ára og við þurfum að horfa fram á veginn og finna lausnir. Og þar kemur inn pólitíkin, þar kemur inn eflaust fjármagn og margt fleira. En ég ætla að gefa Örlygi Þór Helgasyni orðið núna og biðja hann að tala kannski ekki of langt því að tíminn er farinn að styttast. En gjörðu svo vel, Örlygur. Já, góðan daginn. Örlygur heiti ég og ég myndi kalla mig bara svona starfsmann á plani. Ég er náttúrulega búinn að vera í síðustu 20 árin tengdur krökkum og aðalega strákum frá öllum aldurshópum, en þá aðalega í dag er ég svona unglingastigi. Nú er ég svona dæmigerður einstaklingur þar sem að ég gat tikkað, ég held í öll bóksin hana á hana að ég var ekkert sérstaklega duglegur að lesa og hafði engan áhuga á því. En málið það að ég hafði rosalega gott, fjölskylda mín var rosalega góð og hélt utan mig. Og bara gott dæmi, ég væri ekki sá maður í dag ef að þau hefði ekki haldið svona þrýst á mig endalaust. Ég hef búinn að hætta í skóla. Ég var byrjað að vinna þegar mamma stingur auglýsingu frá íþróttakennaraskólanum á Laugarvatni undir kodda minn morguninn og ég les auglýsinguna kvöldið. Og það tók mig viku svona, en ég fór á stað í háskóla út af svona þrýstingi. Ég hafði ekki mikinn áhuga á þessu. Ég man eftir 2 bókum sem ég las í grunnskóla. Það var Tárabross og Takkarkor og ég fyrir ekki tánum því ég hafði áhuga á fótbolta. Þannig að þetta er þessi áhugakund. En það eru náttúrulega margar aðrar breytur sem við ungir drengir eru að berjast við í dag. Ef þið sjáið foreldrar með börn, að þá eru þau oftast með síma svona til afþreyingar. Á hvað eru að horfa? Jú, oftast enska texta, YouTube eða í tölvuleikjum með ensku og þau eru bara að tala ensku. Þannig að íslenskan og að lesa, okkur vantar meira svona efni til þess að finna áhugahvötina að langa að lesa þetta. Og það er númer svona 1. Ef við höfum áhuga á okkur, þá skoðum við málið aðeins betur. Ég er með einstaklinga sem að
maður svona, sem búinn að pæla í ótrúlegustu hlutum, en það tengist kannski ekki í skólakerfinu. En skólakerfið nú duglegt í að finna að við getum farið út fyrir kassan? Ég þannig típa, mér finnst gaman að prófa nýja hluti. Og hvet einstaklinga til þess að fara. Við erum að leyfa einstaklingum að lesa flugnám eða bara læra flugvélar. Og þá það að lesa. Og það handlar svona kosturinn. En þegar við erum svolítið svona markvisst, bara þetta á að gera þetta og þetta og þetta, þá þetta svona eins og við séum að, ok, við erum bara að ljúka þessu, við erum bara að klára þetta. En hvert innihaldið? Það svona, og svona, ég ætla að vera stuttur með þetta, því að mér langar að koma svolítið að öðru. Því að að við pælt í orkunni sem fer bara í það að tilheyra. Samfélagið svo í gífurlegri þróun, símnotkun. Við fá aldrei tækifæri til þess að slaka hans á. Þannig að einbeitingin í tímanum sjálfum og svona allt í kringum tölvuleikina. Ég ennþá að hugsa tölvuleikin sem ég var í gærkvöldi, ég ætla að fara í hann aftur og eftir. En svo hefur verið að kenna stærðfræði eða íslensku á meðan, en þú ert að hugsa áreitið á tölvuleikum. Síðan þetta var svolítið góð punktur hjá Birgi áðan, þar sem að var að tala að verðlauna. Hvar geta drengir í dag skarað fram úr og sýnt sig að þeir sé að standa sig? Jú, það hægt í íþróttum, en skólakerfið og eitthvað svona duglegt við að áður fyrir þá voru þá íþróttakeppnir milli skóla, það í dag? Nú komin svo mikið afreksmiðað og eru íþróttafélög og það hægt að skara fram þar, en þá ertu svo mikið samkeppni við hver á milli og svona, ég svo dæmigerður drengur sem að þarf að athyglisbresturinn minn kom þvers og kruss, en það sem númer 1, 2 og 3 sem ég hjó í rannsókn hjá Hermundi, það vandamál drengja, það tala minna við þá. Hvernig kunna þeir þá að tala? Ég lærði að tala 38 ára gamall, en ég var búinn að vera í rútínu fram að því og þá þurfti ég að fara að taka á mínu málum. Og þegar menn eru að koma með mismunandi vandamál til mín og eða verkefni, að við lendum oft í að vera að skamma drengi, en við pælum aldrei hver ástæðan er. Erum við búin að kenna drengjum að segja frá því? Og þannig að það leið og við byrjum að kenna drengjum að tala, hvort sem það í skólakerfinu eða íþróttahreyfingunni, að leið og við vita öryggi sitt, hafa stað til að geta slakað á og svona byggt sig upp. Þá getum við fara að vinna að málum. Og ég held að það sé, ef við náum samvinnu að skapa öryggi og ræða mál, þá erum við á réttri leið. Því að hætturnar þarna úti, eins og við sjáum í fréttum að alls konar slagsmál, skipuleggja slagsmál fyrir utan skóla, veipnotkun, nikótín, nikótínpúðar, orkudrykkir. Þetta eru okkar stærstu hættur núna í dag. Því þá náttúrulega skapast svefntíminn riðlast og það svona þessi fölsk orka sem þær eru að knúa sig áfram og svo enda menn á því að hrynja. En ég svona meiri maður í að ræða svara spurningum og þess háttar. Þannig að ef ykkur langar að spyrja skólakerfið eða ekki nefnilega skólakerfið, heldur bara hver eru vandamál? Þetta svona spurningar sem ég fæ oft. Strákurinn minn á enga vini, hann alltaf í tölvunni heima. En málið það, hvað hann að gera í tölvunni? Jú, hann að spila við vini sinna.
ef hann færi til vinar síns og væri að spila þar, þá var bara ein talva og bara eitt gott sæti allar að horfa á. Það er þægilega að vera heima og spila bara á móti og tala. En erum við nú dugleg, ég fagna rafíþróttadeildum, en erum við nú dugleg að nýta okkur tæknina til þess að þróa okkur? Og þarna getum við, því að krakkarnir eru að horfa á livestream. Það er enska. Þau eru farin að tala á svona slangri og mikill ensku. Þannig að það er verið að rugla svolítið þannig að við erum ekki að vinna svolítið mikið með íslenskuna í þessu. Getum við verið í samstarfi við rafíþróttadeildir og búið til leiki og keppni þar sem við getum skara fram úr íslenskir strákar. Það eru komað núna keppnir þar sem strákar geta tilheyrt. Getum við nýtt að rapp meira inn í skólakerfið eða svona velun. En samtalið. Tökum til dæmis eins og að vera strákur í dag og eiga samskipti við stelpur. Jú, hvað lærir þetta? Jú, þeir horfa þetta á klám á netinu. Svo skilja ég betur, hvað er mér? Ég labbaði inn í herberginu og þar labbuðu ekki 2-3 stelpur til mín og voru tilbúnar í mig. Erum við til í að taka þetta samtal við drenginn? Kenna þeim rétt að hvað er eðlilegt og hvað ekki. Já, og svo bara því miður, þá ofbeldi og svona að hvar ég, hver mín staða, hverju vil ég gæðjast. Það er þessi orka sem fer í bara að tilheyra. Og svo ég veit því miður allt og marga drengi sem lifa í ótta. Það er þessar óbeinir hótanir á samfélagsmiðlum. Þótt sé bara þessu auðvelt að hóta í gegnum síma. En að standa á staðnum. Það er svo múæsingurinn. Þannig að krakkarnir kannski, ef einhver hótar einhverju, þá er alltaf fljótt að fara. Og svo sá sem hótaði kannski ekki tilbúin að gera þetta í því. En múæsingurinn komið, já, þú verður að gera þetta, þú verður að klára þetta og Þannig að það kom pressa á báða aðila að klára einhver mál sem að hefði getað gjörsamlega sleppt. Þannig að endilega spurji bara svona og það er svona kannski einn punktur í viðbót og tengslanetið. Að það er svo auðvelt að kynnast nýjum í kringum hann. Svona krakkarnir þekkjast rosalega mikið bara á landsvísu. Ég á 2 dætur fyrir norðan og þegar var pabbahelgi þá kom önnur og var búin að finna vinkonur hérna í Mosó. Jú, hún var á TikTok. Þannig að þetta er heimur sem við eldri kynslóðin kannski erum ekki búin að kynna okkur nógu vel. Þá verðum við óörugg og ef við getum ekki eitthvað, þá nei, þetta er bara vitleysa. Í staðinn fyrir setjumst niður með krökkunum og horfum á tölvuleikinu og pælum aðeins í þessu. Og verum til staðar, tölum við þau. Þannig að það er svona, já. En endilega spurjið mig bara frekar, ég er miklu betri í því. Einar, þú ert á mute. Já, auðvitað. Það mun eftir því. Já, ég þakka þið fyrir, Örlygur. Þetta voru fínar upplýsingar raunverulega stöðu í skólanum og í bara lífinu. Við ætlum ekki að taka spurningar núna, það liðir það mikið á tímann og við viljum biðja þig, Karl Gauti, að vera kannski frekar stuttorður og ef ég má biðja þig að þar sem við erum búin að fara í fræðilega hlutan mjög ítarlega og í raunveruleikan sem að gerast á planinu eins og Örlygur kallar sig, maður á plani, að nú þetta vandamál búið að vera í 30 ár þekkt. Það hefur frekar aukist en minnkað. Hvaða lausnir eru í framtíðinni? En gjörðu svo vel, Karl Gauti.
Já, takk fyrir. Ég vil nú kannski fyrst byrja á því að þakka fyrir þessa framsögur mjög svo fróðlegar. Það var virkilega gaman að hlusta á Hermund. Ég hef nú fylgst með honum lengi og hans greinaskrifum þetta efni og senast í morgun mikil umfjöllun einmitt þetta málefni drengja í Morgunblaðinu og það sem að Hermundur útskýrir þessa hluti sem hann hefur gert hér í dag líka. Þannig að ég þakka bara fyrst og fremst fyrir þennan fund. Minn áhugi á drengjum á sér djúpar rætur þar sem að ég var lengi við íþróttaþjálfun í áratugi þegar ég var yngri og síðan þegar ég gerðist lögreglustjóri og vann við lögreglumál og saksókn að þá voru drengir oft meðal viðskiptavina minna og loks var ég nú að kenna skák töluvert lengi og þar voru líka strákar og ég á 2 stráka sjálfur þannig að ég hef verið lengi verið að fylgjast með þessu og verið hissa á því og spurt sjálfan mig spurningum um það hvað að í samfélaginu þegar kemur að drengjum. Og síðan þegar maður rannsakar þessar tölur að þá sér maður það hallar verulega á drengina á mjög mörgum sviðum og ég stjórnaði umræðu á Alþingi fyrir 2,5 ári drengi sem vakti töluverða athygli og ég hef skrifað nokkrar greinar þetta. En það sem ég tók eftir bara núna síðustu vikurnar þegar ég fór að skoða þetta að nýju frá því 2018 að tölurnar þær hafa bara versnað. Og ef ég tek dæmi versnun á þessum tölum þá eru til dæmis strákar mér þóttum ekki vera margir sem kláruðust til með stúdentspróf. Fyrir 2015 þá voru það 43,4% og 4 árum seinna að þá er að koma undir 40% sem ljúka stúdentspróf, hlutfall drengja. Þannig að þetta versnar þar. Varðandi háskólana og þeir sem ljúka meistaragráðu úr háskólum að það var fyrir 2016 þá voru þeir þriðjungur, 33,1%. Og taldist og ekki gott. En nýjustu tölur, þá lítur þetta ennþá verið út. Nýjustu tölur frá 2019, að þá voru það 31,1%. Þannig að þetta lækkar enn. Þannig að við bara hrýst hugur við hvert við erum að stefna með drengi og unga karlmenn. Og kannski annað varðandi skólastjórnendur og kennara, að hlutfall skólastjórnenda sem eru karlkyns, það hríðlækkar ennþá. Það er engin breyting frá 2015 þegar þau voru 35% og til 2019 úr 35% niður í 23%. Það fækkar ennþá. Og meðal kennara þá er ennþá það er sama þróun þar að karlkennarar eru undir 20% og það lækkar á milli ára. Nú er það komin í 18,2%. Þannig að við erum bara á hraðri leið varðandi alla tölur sem hægt að mæla, alla mælikvarða, að þá eru strákarnir standaðir stúkkunum langt á baki varðandi eins og Hermundur kom að og ég ætla ekki að endurtaka þær tölur sem hann var með. Ég var einungis bara að bæta við og ég hef verið að rannsaka tölur varðandi afbrot og sjálfsvíg og fleira og það hallar verulega á karlkynið í þessum hlutum og líka bara varðandi hversu lengi strákar dvelja í foreldrahúsum. Það er miklu fleiri drengir sem eru langt fram á 30 og 40 aldurinn sem dvelja hjá foreldrum sínum sem segir ákveðna sögu tel ég vera og ekki síst líka varðandi forsjá barna þegar að karlmenn lendi í skilnaði og forsjá gengur til annars foreldris að þá hafa karlmenn verið að kvarta yfir því og seinustu tölur sem voru teknar saman þetta og nú er hægt að taka þessa tölur saman en seinustu tölur til frá 2011 og þá voru það 58 konur sem fengu forræði. Þeir ekki að vera skipt forræðaraða á móti einum manni. Þannig að allar þessar tölur segja ákveðna sögu sem er sorgleg og við erum að reyna að leita leiða til að finna lausnir og það sem Hermundur hefur verið að tala varðandi læsi, ég er algjörlega sammála honum að það er grundvallaratriði að bæta læsi drengja og nemenda í íslenska skólakerfinu
og leiðir til þess sem Hermundur er að benda á, og ég tek heils hugar undir með það, en það ýmislegt annað líka sem við þurfum að einbeita okkur á, og ég ætla nú kannski að koma bílindi af pólitíkinni, en nokkrar samt svona spurningar og hugmyndir sem ég hef, til dæmis varðandi hlutverk skóla. Við erum pínulítið farin að horfa á skólana eins og þessu ekki kannski menntastofnanir, heldur gæslustofnanir. Þetta er svona ein hugmynd sem ég myndi vilja velta upp. Foreldrar horfa á skólana sem gæslustofnanir og ábyrgð foreldra er mjög mikil. Þeir benda bara á skólana og segja þið verðið að sjá börnin, þið að kenna að lesa og ábyrgðin er velt yfir á menntakerfið. Auðvitað þurfa kannski að bæta menntakerfið, bæta skólakerfið, bæta kennslu og svo framvegis, en ekki síður aðkomu foreldra sem hafa svolítið geta bara lyft upp höndunum og setja hlutlausan gír og láti þetta bara líða og kvarta svo bara og kennt öðrum. Ég held að ábyrgð foreldra sé stór þáttur í þessu og þessi gæsla, skólinn hefur lengst, skólaárið hefur lengst, skóladagarnir hafa lengst, kennslustundar of langar, allt þetta hentar ekki drengjum. Þetta hentar kannski sumum stúlkum, en þetta hentar ekki mjög mörg drengjum. Og ég held að þetta sé hluti af vandamálinu. Við þurfum einhvern veginn að reyna að horfa öðruvísi á þetta. Nú, ég ætlaði nú kannski líka að fara inn í þetta varðandi, og ég tek undir með það, kannski byrjum við að snemma í skólanum. Kannski hentar það ekki drengjum að byrja 5 eða 6 ár í skólum og vera þar í heilan dag. Kannski gerir það ekki. Nú, og drengir í skólakerfinu, þeim líður ekki vel og þrífast oft á tíðum í gegnum neikvæða athygli, bara láta illa og svo framvegis. Og nýjustu fréttir til þessum talmein sem hrjá drengi mun frekar heldur en stúlkur og nú eru biðlistar þar í 2 ár. Þannig að við erum ekki að standa okkur, ekki einu sinni þarna. Þannig að þeir eru kannski illatalandi, komandi inn í skólana, fá ekki aðstoð og líður illa. Og afleiðingarnar, og við erum að horfa upp á afleiðingarnar og það er nú kannski þess að ég ætla líka að koma svona í lokin, að afleiðingarnar eru þetta athafnaleysi. Þeir sitja hjá og gera ekki neitt, mjög margir. Þunglyndi, eftir því sem líður á árin og kemur fram unglingsárin. Einmanaleiki, samskiptaleysi, einangrun, offituvandamál, tölvufíkn, eins og Örlygur kom inn á, klámfíkn, eins og hann sagði líka, fíkniefnaneysla, áhættuhegðun, eins og ég hef svolítið komið inn á, varðandi afbrot, áhættuhegðun, afbrot, einangrun, sjálfsvíg. Þetta eru afleiðingarnar. Þetta er svona vegurinn, þessi ræðilegi vegur sem allt of margir drengir og ég bara fullir það, allir sem er á þessum fundi, þeir þekkja dæmi þessi vandamál drengja. Þetta er allt í kringum okkur og við erum ekki að gera þetta. Við erum ekki að gera neitt í þessu. Að lokum, að því ég sé að fundast að vera órólegur, að lokum ætla ég örlítið að fjalla eitthvað sem heitir umræðan. Hvernig er umræðan ekki bara drengi eða stráka, heldur karla, unga karlmenn, stráka á mótunarskeiði sem hangi í tölvunni, éta snakk, eiga offituvandamál sinni, glápa á klám, er í tölvuleikjum. Hvernig er umræðan? Umræðan er mjög verulega neikvæð. Og þessi umræðu hefð sem er að skapast varðandi karlkynið held ég að sé mjög alvarlegri braut og þar er pólitíkin. Þar komum við að pólitíkinu. Ég efast ekkert það að þessi strákar heyri þetta. Þeir skynja þetta að það er talað karlkynið, allt sem heitir langanir og hvatir karlkynsins, það er neikvætt. Þeir heyri þetta. Þeir skamma sig fyrir þetta. Draga sig inn í sína skel. Ég held að þetta er verkefni okkar í pólitíkinni, að snúa þessu við. Ég læt þessu lokið í bili en tilbúin að fara einhverju spurningu. Takk. Já, takk fyrir Karl Gauti.
Þetta er búin að vera fín erindi og búið að vekja okkur vel til umhugsunar þetta mál sem að auðvitað er búið að brenna á okkur í langan tím og eins og segir flestir þekkja ykkur staðar, ykkur mál sem að tengjast þeim. En við langar áður en ég gef Diddu orðið að velta upp einni spurningu sem að ég myndi þá vilja kannski að þið allir taki til ykkar eða enginn. Nú fyrir 100 árum voru bara karlmenn í skólum og þetta hefur breyst smátt og smátt. Er það kannski bara eðlilegt að pendúllinn fari aðeins yfir til kvennanna í einhver tíma og gangi svo tilbaka? Í öðru lagi þá er að aukast verulega að kennarar séu kvenkyns, eins og þú komst inn á Karl Gauti. Getur það verið að konur ná ekki til stráka eins og karlkennarar ná til stráka? En svo ætla ég bara að biðja Hallfríði, hún er kölluð alltaf Didda en heitir Hallfríður Hólmgrímsdóttir, þess vegna er hún kölluð Didda, svo þið skiljið það, að ég ætla að gefa henni orðið og hún mun stýra spurningum, en ég ætla að biðja ykkur að hafa tímann þannig að við getum verið búin 12:30. Þessi fundir mega ekki vera mikið lengri en stytta spurningar, stytta svör. Gjör svo vel þetta. Já, takk fyrir það. Þakka ykkur kærlega fyrir, Örlygur og Karl Gauti. Mjög áhugavert að taka hvernig þetta er í raunveruleikanum og svo þessa svona, þannig Karl Gauti þekkir þetta svolítið úr sín störfi. En það voru hérna eftir 2 spurningar sem var frekar beint til kannski Hermundar. Þannig að ef hann er hérna ennþá. Já, kemur hann inn. Sko, nú er ég náttúrulega búin að týna þeim. Nei, byrju. Sko, hún Rebekka spyr hérna, hvað finnst þér Hermundur teiknimyndir í dag? Ég á 2 litla drengi og tek eftir því hvað nútíma teiknimyndir sýna slæma mynd af drengjum og karlmönnum. Oftast nærir þetta þar sterkar hugrakka stúlkur í aðalhlutverki sem eiga vitlausan bróðir, vin eða pappa sem þurfa oftar en ekki að láta bjarga sér. Ég hef oft stoppað teiknimyndir og útskýrt fyrir strákunum mínum að strákar geti alveg líka bjarga málum og verið hugrakkir. Ég hef mikinn áhuga að vita hvort þú hefur tekið eftir þessu og ef svo hvað þér finnst þetta. Getur þetta haft áhrif? Gjör svo vel, Hermundur. Já, þetta er áhugaverð spurning og þetta er svona svipað á þessi tölvuspil og annars sem við verðum að láta börnin horfa og við verðum eiginlega að reyna að hafa einhvers konar stjórn á því, við sem foreldrar, hvað við erum að horfa á. Það sé ekki efni sem getur skapað neikvæða hugsun af því. Þannig ég bara bendi að ég segi það á alla þegar þeir eru að glíma við, eins og margir glíma við, erfiðleika með að fá oftast drengi frá spilum og svona sem að fást við. Þetta er orðið bara fíkn hjá þeim, því miður. Og að við verðum að taka stjórnina. Við verðum að reyna að stjórna því eins og teiknimyndir og annað að það sé ekki á þessu neikvæðu nótum heldur að sé jákvæð styrki fyrir þau. Bara eins og þar er við foreldrar í lykilhlutverki, svo komið fram líka hjá fleiri hérna í kvöld, sko. Nei, því sem í dag að við höfum lykilhlutverki að gegna í uppeldi barna. Það höfum við aldrei gleyma. Það er ekki skólinn eins og Karl Gauti og Örlygur inn á það, sko skólinn reyna að gera sitt en við höfum líka gífurlega mikla ábyrgð sem foreldrar að fylgjast með hvað börnin er að fást við. Takk fyrir þetta, Hermundur. Hér er önnur spurning. Hvernig eru þessar rannsóknir á læsi, þess spurning kemur frá Elís Ósk. Hvernig eru þessar rannsóknir á læsi settar í samræmi við nemendur sem ekki hafa íslensku sem móðurmál, bæði þá sem hafa alla tíð búið á Íslandi og eins þá sem hafa verið hér styttra? Það er sko þessar niðurstöður sem að fást við, þetta er líka bæði með og án þessara innflytjenda sem að hafa búið hérna á landi og það sem að sýnir sig að við spara sko með innflytjendum okkar, þá eru þeir í rosalega slæmum málum í PISA, í lesskilningshlutaverkefnisins þar.
Og það sem sagt bæði, það sem kemur á óvart, það bæði þeir sem eru sem sagt búin að búa hérna í talsverðan tíma og þeir sem eru tiltölulega nýkomnir. Þannig að önnur kynslóð líka mjög slök í lesskilningi. Það lítill munur á þessum hópum sem að segja að þetta graf alvarlegt vandamál. Ef við viljum, eins og ég að berjast fyrir, að við pössum upp á þetta fólk líka, þeir sem eru búin að taka inn í landið, tökum gott á móti, það svona mín skoðun, þá það fyrsta sem við getum gert að kenna þessu fólki íslensku og krökkunum gangi vel í skólann. Það svona þetta stórt stærðarinnar vandamál í Íslandi, af því við erum ekki með ná markvisst í íslenskukennslu. Því miður. Heyrðu, Sigrún var búin að biðja orðið. Ertu ennþá, Sigrún? Já, ég ennþá. Ég skal ekki vera lengi. Mér langar, það bara, því fleiri sem maður hlustar á, því fleira dettur manni í hug, en pólitíkin náttúrulega mjög kemur sterkt inn í þetta allt saman. En mér finnst svona gegnumgangandi vera að það bara ekkert inn að vera karlmaður í dag, bara yfir höfuð. Og það, eins og þið voru að tala teiknimyndirnar og þetta, ég teki eftir þessu líka. Ég held líka allir sem eru foreldrar og eiga bæði kynin, vita að það mikill munur á strákum og stelpum. Og ég nú orðin dálítið gömul og ég á líka barnabörn, en ég á strák sem fæddur 86. Og hann fæddur í lok desember 86 og átti náttúrulega að fara í skóla með þeim árgangi. En við bjuggum út í Danmörku og þar var það skoðað það var boðið upp á það að hann gæti farið með árgangi 87 í skóla. Alveg eins og hann hefði nú verið fæddur til í janúar og til dæmis verið stelpa, þá hefði hann kannski getað farið með árgangi 85 í skóla. Og þetta var bara eðlilegt þar. Það var ekkert alls sett inn í einhverja svona kassa og þú yrðir alltaf að fylgja þínum árgangi. Og hann sem drengur, fæddur svona seint á árinu, við tókum það ákvörðun að láta hann fylgja árgangi 87 af því að hann var bara ekki tilbúinn til að fara í skóla. Hann var bara eins og týpiskur strákur, vildi bara vera að leika með Lego og bara leika sér og var ekki tilbúinn til þess að fara að læra að lesa eða vera í skóla. Og þegar hann byrjaði svo, haustið eftir, þá var hann tilbúinn. Og þetta var strákur sem gekk alla tíð vel í skóla, voru engin vandamál, lærði að lesa ekkert, kláraði sinn master 24 ára. Svo eigum við dóttur sem fædd í apríl. Hún fylgdi náttúrulega sínum árgangi. Hún var allt öðruvísi. Og mér finnst líka svo áberandi munur með stráka og stelpur að karlmenn eru meira svona eins og maður segir á dönsku, þeir eru svona lystbetónuð. Þeir gera það sem þeim langar til að gera. Þú getur miklu frekar látið konur gera hluti sem láta á móti sér, pína sig. Og stundu þegar ég er svona að grínast með þetta heima hjá mér, þá segi ég veit að vera örugglega verið fúlur út í mig, en ef að það hefði ekki verið karlmaður sem hefði kannski uppfundið þvottavélina, þá væru konur ennþá að fá með þvottabretti. Konur láta alltaf miklu meira á móti sér, pína sig. Og krakkarnir mínu, þau eru þannig í dag, strákurum vil bara gera eitthvað sem honum finnst skemmtilegt, vinna við eitthvað sem honum finnst skemmtilegt, en hún að pína sig í starfi sem hún reyndar farnast mjög vel, en það bara pína samt. Og mér finnst þetta vera bara rosalega munur á milli karlmanna og kvenna, svona yfir höfuð, og mér finnst hérna á Íslandi vanta alveg rosalega karlmenn í leikskóla. Ég á 4 ömmustráka og það eru engir karlmenn, eru enga karlmannsfyrirmyndir í leikskólanum og mér finnst það bara mjög slæmt og mér finnst mjög slæmt hvað orðið mikið á konum í kennarastarfi og bara hvað allt þetta umhverfi orðið rosalega kvenlægt og kvenlæg gildi eru þau sem eru ofan á og allt sem eru svona strákagildi og það bara ekki inn, það bara halló. Og já, það bara ekkert vinsælt að vera karlmaður í dag. Það svona bara lokaorðin. Og þarna finnst mér pólitíkin koma mjög sterkt inn í. Og þetta bara gengur ekki. Og svo Gauti var að segja að það sé komin þessi þriðjungur stráka sem að fara í háskóla, það bara gengur ekki. Hvernig þjóðfélag fáum við? Ef það verður að vera balans í þessu. Bara verður að vera. Takk kærlega fyrir þetta. Já, takk kærlega fyrir þetta, Sigrún. Heyrðu, Gauti hefur fengið hérna spurningu.
hver umræðan á þinginu lestur og hegðun drengja á að taka í taumana eða láta við málefni ganga eins og undanfarna áratugi. Tíminn okkar náttúrulega hlaupa frá okkur, þannig að gjörðu svo vel, Gauti. Jú, takk. Það eru komnar fram tillögur að við að það verði að menntamálaráðherra verði falið að kanna stöðu drengja. Það er komið fram vissulega. En allt slíkt tekur tíma og ég held að þessi umræða sem við erum hér bara núna að taka og höfum verið að taka víða bæði í þinginu og greinaskrif þeirra sem hafa á þessu, Hermundur náttúrulega þar mjög framalega í flokki og fleiri og margir fleiri, að þetta er allt held ég til góða og menn er að afla upplýsinga og gera sér betur grein fyrir í hverju vandamáli liggur og menn er að koma með uppástungur lausnir eins og Hermundur varðandi læsi sem ég held að sé mjög til bóta ef væri hægt að bæta læsi. Ég held að við myndum taka stórt stökk fram og við bara með því að við gætum það og líðan drengja og það er auðvitað ekkert vera sjálfsagt að drengjum eiga að líða illa. Það á ekki vera sjálfsagt. Sumir segja reyndar í umræðinni að þetta hafi alltaf verið svona og þetta sé eitthvað svona náttúrulögmál að drengir séu nú bara svona baldnir og erfiðir og erfitt að tjónka við þá og bara eins og þetta sé bara eitthvað eðlilegt að drengir gangi svona illa og líði svona illa. Ég bara neita að trúa því að við eigum að sætta okkur við þetta. Ég bara neita að trúa því vegna þess að afleiðingarnar eru hrikalegar og bara ef ég nefni sjálfsvíg að síðustu 5 árin í yngstu aldurshópunum 15 til 30 ára að þá eru þar síðustu 5 ár 42 ungir menn, 42 á meðan voru 6 ungar konur. Þetta eru líf sem að tapast og þetta er að veði og við megum ekki samþykkja að þetta sé eitthvað svona náttúrulögmál að drengjum og karlmönnum líði illa á þessum úlingsárum og mótunarárum þeirra. Við eigum bara ekki að samþykkja það. Það var mjög gott innlegg þarna áðan varðandi þessi karllægu gildi sem ég kom örlítið inn á og ég þakka fyrir það athyglisvert að karllægu gildi sé ekki inn. Þetta er svolítið pólitíkin í dag. Þessi neikvæða umræða karlkyni sem ég kom örlítið inn á. Það er einhvern veginn þannig að þessi kynhvöt karlmanna það er litið á hana sem mjög neikvæða og það er umræðan. Þannig að strákar sem hafa einhverjar hvatir og langanir eðlilega að þeir skamma sín fyrir það. Þeir fara draga sig inn í sína skel og þeim líður ekki vel og þeir eru hræddir við að viðurkenna þetta og opinberlega fyrir þetta og læðast því með veggjum einhvers staðar og einhverjum skúmaskotum í tölvunni og svo framvegis. Þannig að þetta er svolítið held ég einkennilegt og þá líður mönnum ekki vel. Þeim líður ekki vel eða hvatirnar og langanirnar er eitthvað bannorð og eitthvað sem má alls ekki vera og þú að skammast þín fyrir. Ég held að þetta sé stór þáttur í þessi umræða. Svo neikvæð, ofboðslega neikvæð. Og þetta atriði og ég myndi vilja taka meiri umræðum þetta og líka til dæmis þetta varðandi menntastofnanirnar. Þetta er litið á þetta svolítið eins og gæslustofnanir. Þetta eru skólar til að fólk mennti sig þarna inni. Þetta eru menntastofnanir. Þetta er ekki bara eitthvað dagvist. Og ég vil líka bara svona, ef þetta á að vera mitt síðasta innlegg að þakka félögum mínum Hermundi og Örli kærlega fyrir þeirra innlegg og þakka þeim sem startuðu þessum fundi og sáum hann og stjórnunum kærlega fyrir þetta og ég held að við verðum að halda áfram að þessari braut og ræða ennþá meira þetta. En það er að gerast, jú, það er örlítið að gerast. Ísaldarjökullinn sem hefur umlykið líðan drengja, hann er örlítið að þiðna en tölurnar eru ljótar og þær hafa ekki skánað. Takk kærlega fyrir þetta, Gauti. Það hefur komið ein spurning hérna til hans Örlygs. Ég held reyndar að það hafi verið önnur hérna ofar en hún er sambærileg. Ég ætla að hleypa henni gegn þó tími sé búinn, bara örsnöggt Örlygur. Hvað hefur þú kennt lengi og tekur þú eftir breytingu til hins verra?
Já, sko, ég hef búinn að kenna í 14 ár með pásum. Það nauðsynlegt að hlaða batteríin líka. Sko, það búið að vera mikil tækniþróun og samfélagið hefur ekki alveg verið nógu dugleg að nýta sér það. Þetta að koma, en krakkarnir miklu mun fyrr á undan okkur í þessu heldur en samfélagið. Svo náttúrulega búið að breytast, þetta rosalega misjafnt eftir hverju sveitarfélag á í hlut. Sumir eru fljótir að aðlagast, en hins vegar aðgengi með samfélagsmiðlum, þá náttúrulega aðgengi að tökum dæmis með skutlara, það ekkert mál að hafa samband þar bara. Og þá þeir koma bara með það sem þú vilt. Og áreitið á krakkana svo mikið að það að standa sig með vinum, það mikil, það inn að drekka koffeindrykki, það inn að vera með nikótínpúða, síminn á fullu allan sólarhringinn. Hvenær sofa krakkarnir? Hvar einbeitingin? Þannig að og það náttúrulega skapar líka, eru þau óörugg. Þannig að hvar öryggi það? Þannig að mér vantar meira óöryggi. Vantar meira öryggi. Já, þannig að þetta hefur svona ekki allavega skána. Nei, en að margt annað hefur orðið betra. En ég vil bara þakka kærlega bæði Hermundi og Karl Gauta og ykkur öllum fyrir þennan tíma og þetta mjög þarft málefni sem þarf að ræða. En hvar bara til dæmis með verknám og allt svoleiðis. Við erum svolítið aftarlega í að koma drengjum fyrr með skapandi verkefni. Hér áður fyrr gátum við farið fyrr að vinna, fara að sjó eða í alls konar, eða fara í sauðburð eða annað. Hvað hafa þeir í dag? En takk kærlega fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta, Örlygur. Ég ætlaði bara að grípa tækifæri áður ég læt Einari stjórnin eftir að þakka bara kærlega fyrir aðkomu ykkar allra, Hermundar og Örlygs og Karls Gauta. Þetta ótrúlega áhugavert og ég hvet alla til þess að taka út úr þessu að við verðum að halda þessu á lofti. Staðan ekki að skána hjá drengjunum okkar og við bara verðum að taka höndum saman og hjálpast að með þetta málefni því að margar hendur vinna auðvelt verk. Það bara, þetta verður auðveldar ef við hjálpast með. Bara takk hérlega fyrir, Einar, gjörðu svo vel. Það var þessi hátalari litli. Heyrðu, já, ég ætla ekki að lengja þetta. Ég var að vona að ég gæti gefið Hermundi orðið í lokin, en við erum komin svo langt yfir tíman að það gefst ekki tækifæri til þess, enda gætum við verið hér bara í allan dag. Þetta áhugavert verkefni og þetta ekki bara áhugavert, þetta grátlegt og sorglegt og nauðsynlegt að taka á þessu. Þetta eitt af brýnustu málum sem við erum að horfa á innan samfélagsins. Ég vil þakka Hermundi sérstaklega fyrir að gefa sér tíma og koma hingað og vera með svona ítarlegt og fræðilegt erindi. Það var mjög gott og fínt að fá þetta. En við þurftum líka að fá svona meira, ef að svo má segja, ég ætla nú ekki að segja skiljanlegt vegna þess að við skildum því Hermundur mjög vel, en meira svona af þessu dagsdaglega eins og Örlygur í þessu dagsdaglega að eiga við þessi börn og Karl Gauti að berjast fyrir bótum í þessu máli og ég tek heilshugar undir orð hans að sjálfsvíg ungra drengja eitthvað sem við eigum ekki að bara geta horft upp á þennan máta. En með þessum orðum vil ég þakka kærlega fyrir
þennan fund, kærlega fyrir alla sem tóku þátt og ég þakka þér, Didda, fyrir hjálpina og góðan dag.